fara bindvað. Já. Fundur settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta fundur númer 146 og við erum hér stödd í Flatey, fundarsal á Fossvogi Húsavík á alþjóðadegi handabandsins. Og hér erum við 28 mál á dagskrá. Fyrst það kosningi nefndir ráð, svo það fundir sveitarstjórnar. Númer 3 tillaga lokun á Garðarsbraut fyrir akandi umferð. Svo númer 4 tillaga uppsetningu á sviði í Skrúðgarðinum Húsavík. Númer 5 tillaga flutningi á frisbee-golfvellinum innan Húsavíkur. Númer 6 endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðsins Brú. Svo númer 7 gjaldtaka á bílastæði með miðbæ og hafnarsvæðinu á Húsavík. Númer 8 skipan starfshópur byggingu nýs leikskóla. Númer 9 kynning á fyrirhuguðu uppgræðsluverkefni Upplandi Húsavíkur eða Grjótárskógar. Númer 10 Ketilsbraut 7 og 9 húsnæðiskostur. Númer 11 kostnaðaráætlun í hjúkrunarheimilis. Númer 12 vegna svæðisbundinna farsældaráða sem tillaga frá mennta- og barnamálaráðuneytinu tímabundið stöðugildi. Og númer 13 endurskoðun framkvæmdaáætlunar fyrir árið 2024 og númer 14 úthlutun á lóð í Urðargerði 5. Númer 15 umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar í landi Þverár, Reykjahverfi. Númer 16, 17 og 18 úthlutunar á lóðum og svo fundagerðir til staðfestingar en í upphafi fundar vill forseti óska eftir því að fá að setja inn mál með afbrigðum sem að setja inn í sumarlegu sveitarstjórnar og byggðaráð fáið fullnaðar afgreiðslu, fáið umboð til fullnaðar afgreiðslu. Ég ætla að biðjast afsökunar því að forseta ljáðist að setja þetta á dagskrá og óska eftir því að fá að setja þetta inn á dagskrá fundarins. Getur fundurinn samþykkt það? Það samþykkt samhljóða og þá setjum við þetta mál númer 19 og við endurræðum fundargáttin okkar. Það komið og þá göngum við bara til dagskrár. Það númer 1, Norðurþing kosning í nefndir til 1 árs, 4 ára og tilnefningar á aðalfundi. En fyrir sveitarstjórn liggur fyrir að kjósa forseta sem gert á hverju ári, 1. og 2. varaforseta, fulltrúa og varafulltrúi byggðaráð til 1 árs eins og við gerum á hverju ári og svo liggi einnig fyrir breytingar á fundinu varðandi varaformennsku í skipulags- og framkvæmdaráði sem og atkvæðisréttur sem færist á milli M-lista, S-lista og VAF-lista í byggðaráði og svo breytingar í fjölskylduráði og skipulags- og framkvæmdaráði. Og sömuleiðis liggur fyrir fundinum tillaga breytingu á varafulltrúa M-lista í skipulags- og framkvæmdaráði og ég sem hafa þetta sem sagt 3 atkvæðagreiðslur. Það annars forsetan, byggðaráð og svo breytingarnar í nefndum og ráðum. Það þá fyrst kjör á forseta og það liggur fyrir tillaga það að forseti sveitarstjórnar verði þá sem að hér stendur, Hjálmar Bogi Hafliðason. Fyrsti varaforseti þá Aldi Unnar Trustadóttir og annar varaforseti verði Hafrún Olgeirsdóttir. Orðið laust þá þessa tillögu. Svo ekki þau sem geta samþykkt þessa tillögu eins og liggur fyrir gefið merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá að kjósa í byggðaráð. En í byggðaráð verði þannig skipað að Hafrún Olgeirsdóttir verði formaður, Hjálmar Bogi Hafliðason varaformaður, Benóný Valur Jakobsson verði þá aðalmaður og farið með atkvæði í byggðaráði og Aldi Unnar Trustadóttir og Áki Hauksson verði áheyrnarfulltrúar. Og varamenn í byggðaráði það óbreytt nema þá færi sjálfkrafa atkvæðisrétturinn þegar varamaðurinn þannig. Og orðið laust þessa tillögu ef þið viljið. Þá göngum við bara til atkvæði skipan í byggðaráð og þau sem eru þessu sammála gefið merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá aðeins breytingar í
fjölskylduráði og skipulagsráði, en í fjölskylduráði færist atkvæði og varaformennska frá S-lista og verði þá sem sagt atkvæðisréttur og varaformennska verði fulltrúi M-lista. Í skipulags- og framkvæmdaráði færist atkvæði frá M-lista og yfir á S-lista og það vantar líka varaformennska, ekki? Það er þetta fyrir neðan. Jafnframt færist varaformennski skipulags- og framkvæmdaráði frá VAF-lista fyrirgefið yfir á S-lista. Og þá varafulltrúi M-lista í skipulags- og framkvæmdaráði verður Alexander Gunnar Jónasson í stað Ágústu Ágústsdóttur. Og orðið laust þessa tillögu. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, ég vildi bara aðeins fá að útskýra hvers vegna við erum að gera þessar breytingar. Þetta snýst fyrst og fremst að gæta jafnræðis í atkvæðavægi innan ráðana. Þannig fyrir 2 árin á kjörtímabilinu þá hefur til dæmis S-listin verið með atkvæði inn í fjölskylduráði og M-listin verið áheyrnarfulltrúi. Og svo í skipulags- og framkvæmdaráði hefur M-listin verið með atkvæði og S-listin verið áheyrnarfulltrúi og við erum í rauninni bara að svissa því núna. Já, takk. Aldey hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þá göngum við bara til atkvæði þessa tillögu eins og hún liggur fyrir og við erum búin að rýna hérna í þetta og ég ætla ekki að lesa þetta aftur. Að ég vil biðja þá fulltrúa sem þessu eru sammála að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá förum við í mál númer 2 sem eru fundir sveitarstjórnar. En forseti leggur til að ágústfundur sveitarstjórnar verði viku síðar en fundaráætlun gerir ráð fyrir og að fundurinn verði því 22. ágúst næstkomandi en ekki 15. ágúst. En þá gefst nefndum og ráðum svigrúm til þess að halda alla minnstakosti 1 fund áður en að sveitarstjórn kemur saman í ágúst og orðið laust þessa tillögu. Enginn sem veit hvað þessi ljós það. Þá bara vil ég biðja þau sem með þessu eru sammála að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 3 sem er tillaga lokun á Garðarsbraut og Húsavík fyrir akandi umferð en umrætt svæði hefur gjarnan verið lokað á mærudögum þar sem verslunar og þjónustaðilar hafa boðið upp á viðburði og veitingar til þess að glæða Húsavík lífi og gefist vel. Þessi tillaga opnar á þann möguleika í samstarfi sveitarfélagi, lögreglu og eigendur fasteigna á svæðinu og undirrituð leggja til að kannað verði í samstarfi fyrirtæki og íbúa svæðinu sem ræðir að loka Garðarsbraut fyrir akandi umferð milli samkomuhús og gatnamóta við Stangabakka. Eigi það við þann tíma sem verslunar og þjónustaðilar hyggjast nýta sér lokunina með viðburðum eins og helgar í kringum mærudaga og mögulega aðrar helgar. Og undir þetta rita Bylgja Steingrímsdóttir, Eysteinn Heiðar og Hjálmar Bogi Hafleiðsson og orðið laust. Bylgja hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Bylgja. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er náttúrulega bara hið skemmtilegasta mál og þetta hefur svo sem oft verið rætt og hefur verið gert og snýst þetta kannski aðalum að formfesta þetta form þegar við erum að tala bara tímabundna lokanir. Og ég tel þetta muni bara auka mannlíf miðbæjarins að við samþykjum þessa tillögu. Þar sem að, eins og kemur fram í tillögunni, gæti verið bara gaman að loka þessari götu í kringum mærudag og jafnvel jólabæri minn og fleiri viðburða og gefur þá kannski raun og veru verslunar og þjónustu aðalum kost á að bara loka, stefnir í gott veður næstu helgi og þeim langar kannski bara að hafa lengra opnanir og gera eitthvað skemmtilegt til að auka mannlífið. Þannig að þetta eins og ég segi, þetta snýst aðalum að formfesta þetta og vona ég að tillagan verði samþykkt. Takk fyrir. Bylgja hefur lokið máli sínu og orðið laust.
Engin sem vil kveða sér ljós það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þetta eins og þetta lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Þetta samþykkt, ég byrja einhverja móti. Já, þetta þá samþykkt með atkvæðum Benónís, Aldegar, Ingibjargar, Helenu, Eysteins, Bylgju og Hafrúnar og Hjálmars, já. Eftir máli nr. 3 þá kemur 4. En það tillaga uppsetningu á sviði í skrúðgarðinum á Húsavík. Með skipulum hætti eða þegar veður gott og gaman að setja upp lítinn viðburð eins og tónleika, leiksýningu eða fleiri í skrúðgarðinum á Húsavík. Fólk getur komið saman með nesti og notið. En fyrir sveitarstjórn liggur tillaga að kannað verði að setja upp lítið svið á góðum stað í skrúðgarðinum á Húsavík. Þannig verði hægt að halda litla viðburði með skömmum fyrirvara og aðgengi að rafmagni. Undir þetta rita Bylgja Steingrímsdóttir, Eysteinn Heiðar og Hjálmar Bogi. Og með leyfi varaforsta. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Uppsetning á sviði í skrúðgarðinum á Húsavík. Að auka aðgengi að menningu og skapa samfélagsleg tengsl milli fólks að koma saman. Líkt og þegar kaffihúsið opnar í Kvíabekk á góðri stegi. Að opna á tækifæri fyrir bæði staðbundi listafólk og mögulega flytjendur almennt að koma fram sem styrki menningarlífið í heild sinni í sveitarfélaginu. Að stuðla að fjölbreyttu úrvari viðburða, tónleika, leikrit, ljóðalestur eða hvers konar upplestur. Að fjölga menningarlegum upplifunum og stuðla að jákvæðni, stuðla að samfélagslegri virkni og þáttöku. Sem mikilvægur þáttur í að efla menningarlíf og samfélagsanda. Þetta þarf ekki að kosta mikla fjármuni og við erum með gott starfsfólk til að skoða málið og koma því áleiðis. Því það getur við sannarlega verið flókin áskorun að samræma þunga og mikla stjórnsýslu í litlar og fallegar ákvarðanir en mögulegt með réttri nálgun. Og það sem getur hjálpað til dæmis að innblína á kjarnamálsins, að brjóta niður ákveðna stjórnsýslu í minni framkvæmdir og skref, að tilenga sér aðlögunarhæfni, að geta brugðist við, taka minni ákvarðanir, hraðar og auðveldar. Fylgni við reglur mikilvæg, að jafnvel þó að ákvarðanir séu litlar, að þær fari í samræmi við reglur. Þess vegna hér höfum við geta sett málið auðvitað í öll hinn ráðin, það hefur þetta komið tillögu í skipulags- og framkvæmdaráði, fjölskylduráði, jafnvel byggðaráði, en það gert hér núna. Umfram allt kjarni málsins, tækifæri fyrir viðburði, aðgengi rafmagni og góðum stað. Og Hjálmar hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ingibjörg hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Ingibjörg. Forseti, þetta frábær hugmynd og ég mun alveg samþykkja hana. Ég vildi bara óska þá eftir og athuga hvort þetta komið þá ekki aftur inn þegar kostnaðaráætlun liggur fyrir. Ingibjörg hefur lokið máli sínu og aftur vil ég varaforsta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Það sjálfsögðu þannig þegar hér eru mál samþykkt eða þeim hafnað en ef þau eru samþykkt sem ég vona sannarlega að sé í þessu máli því eins og Ingibjörg sagði kjarni málsins, þetta gott mál þá þetta bara tekið upp á vettvangi ég sé fyrir mig til fjölskylduráðs sem fer með menningamál, þá þetta að skoða þar og það bara fjölskylduráðs sem hefur samþykki sveitarstjórnar fyrir þessu og getur þá svolítið bara gert þetta. Ef þetta kostar ekkert óbáslega mikla peninga þá snýst þetta svolítið það að sé hægt að gera þetta. Ef við horfum einmitt á kjarnamálsins, þetta örugglega eitthvað sem við erum búin að tala og ekki bara við sem hér sitjum í þessari sveitarstjórn. Ég held ég búið að minnast á þetta síðan ég byrjaði 2010 að það væri nú gaman að hafa svið þarna upp í skrúðgarði. Eða einhvers staðar annars staðar. Þannig þetta bara, vonandi verður þá samþykkt og fer þá sinn feril bara í stjórnsýslunni hjá okkur, Hjálmar hefur lokið máli sínu og orðið laust. Hafrún hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Hafrún.
Já, ágæti fórseti sveitarstjórnarfulltrúar. Ég að taka undir með Ingibjörgu, bara sammála þessari hugmynd í raun, bara góð hugmynd, en þrátt fyrir þetta líti út fyrir að vera smáægileg lítil hugmynd eins og við hefum brent okkur á áður hér í þessum hóp að það geta reynst okkur kostnaðarsamar, þannig að ég vil bara leggja og ítreka að við fáum tölur í þetta áður en að hafist eru handa við verkið. Af því að burt sér frá því hvort okkur finnst þetta góð hugmynd eða ekki, þá var þetta ekki í áætlun hjá okkur eða gert ráð fyrir sinni einstæðar, þannig að við þurfum að finna þessu einhvers staðar farveg og þar að leiðandi finnst mér mjög eðlilegt að við fáum tölur í verkið áður en að hafist verður framkvæmdir. Hafrún lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér ljós, þá bara göngum við til atkvæða tillögun eins og lítur út og þau sem geta samþykkt þessa tillögu gefum merki með því að rétt hafa upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Já, þá fyrir við í mál nummer 5 sem tillaga flutning á frisbee-golfvelli innan Húsavíkur. Það sem vonandi næst betri nýting á frisbee-golfvellin sem staðsettur hérna á Húsavíkurhöfða, sérstaklega með ungsfólks og barna. Kostnaður framkvæmdina verið kannaður og framkvæmda þjónustufulltrúar falið að framfylgja ákvörðun og kynna í skipulags- og framkvæmdaráði. Undirrituð leggja til að frisbee-golfvöllurinn verði færður á fjölfarnari og hentur í stað innan þéttbýlisins á Húsavík, til dæmis eða svo sem í Skrúðgarðinu. Undir þetta rita Bylgja, Eysteinn og Hjálmabogi. Og með leyfi varaforsta. Forseti ágæta sveitarstjórn, þetta er svona svipað mál, en mér langar fyrst að segja frá því að á Raufarhöfn er glæsilegur golfvöllur eða frisbee-golfvöllur sem liggur inn í bæinn, fyrir ofan bæinn, í flottu landslagi og það verkefni var drifið áfram svolítið af íbúum sjálfum og ungmennafélaginu. Þetta snýst svolítið að finna þessum velli sem var settur niður hérna 2014-15, finna þessum velli betri stað, þannig að þetta verður hluti af ákveðinu svona afþreyingu og fá þá betri nýtingu og skapa meiri fjölbreytni bara hér innan samfélagsins, því að þetta er lítið notað því miður á þeim stað sem þetta er á núna. Ég held að við getum öll verið sammála um það og væri betra að finna þessu ákjósanlegri stað. Það er eins með þetta verkefni, ég held að þetta sé kosti nú ekki marga tíðuskalla eða 100skalla að færa eitt svona völl. Við erum með hérna gott starfsfólk í þjónustumiðstöðin Húsavík sem getur tekið svona verkefni að sér. Þannig að hérna verði þetta samþykkt sem ég vona að verði, að hérna þá sé þetta svolítið útfært þetta verkefni. Og Hjálmar hefur lokið máli sínu orðið laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, ágæta sveitarstjórn, frábær hugmynd. Mikið verið þetta rætt í mörgum hópum innan sveitarfélagsins að við þurfum að fá þennan völl einhvers staðar í aðal í meira skjól. Það er bölvað, hávað og rokkalt að fanna upp á höðanum, satt best að segja. Við höfum reynt að spila nokkuð sinnum með frekar svona lélegum árangri. Skrúðgarðurinn held ég væri einmitt kjörinn. Það þarf hins vegar líka að hannan, ekki bara drita hólurinn niður einhvers staðar og ég vona sannarlega að þó ég sé hvorki ungt fólk eða börn að ég fá að nota líka þó ef hann verið færður. Benóný hefur lokið máli sínu og orðið laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, Benóný, ertu vissum að vera vindurinn sem var að trufla það? Bara svolítið sama með þetta mál eins og áðan. Ég er að velta fyrir mér að það kemur undir til leggja til að frisbee-golfvöllur verði færður á fjölfarnar og hentur í stað. Þannig það er í rauninni tillagan, er það ekki rétt skilja hjá mér, án þess að kanna kostnaðina á bakvið að eins og Benóný kom inn á áðan, mögulega þarf þá að hanna eitthvað svæðið upp á nýtt eða skoða, ekki drita bara einhvers staðar niður. Þannig að bara sama pæling hjá mér, þú veist, munum þetta koma inn aftur eða erum við að samþykja bara þarna að þetta verði gert sama hvað. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu og orðið laust. Með leyfi varaforsta.
Forseti ágættu sveitarstjórn, það var á sínu tíma 2014 þegar þetta var unnið í samstarfi við FOLF samband Íslands sem var það svona svolítið nýtt á Íslandi. Það verður sjálfsögðu gert í þessu máli hafa samráð við þá sem best þekkja til. Hér eru það grunni bara að samþykja sveitarstjórn að færa völlin. Kostnaðurinn kemur þá bara til með síni skipulags- og framkvæmdaráð. Það liggur þá fyrir þar hvað þetta gæti mögulega kostað, hvort þetta kostar 300 skall eða 350 skall, kemur í ljós. Við erum grunninn þá bara svolítið að samþykja það að færa völlin. Því heldur séum öll sammála það að nýtingin á honum eins og hér var réttilega bent á sem Benóni gerði, að nýtingin á þessu velli er afar takmörkuð eins og hún er í dag. Fyrir utan það að við höfum ekki sinnt viðhaldi á brautónum á vellinum. Það þarf að gera það á þessu. Við höfum ekki gert það nánast frá að við settu niður. Og svo ég segi það, Benóni til varnar að það var blanka logn þegar ég vígði völlin og ég var ekki góður í því. Hjálmar hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljós, þá göngum við til atkvæða. Ég vil biðja þau sem geta samþykkt þetta að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 6 sem er öllu skemmtilegra meiri, sem er endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns Lífeyrissjóðsins Brú. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Brú Lífeyrissjóði, það sem kemur fram á fundi stjórnar Brú Lífeyrissjóðs 10. júní 2024. Þá var lagt fram bréf tryggingastarfræðings sjóðsins Bjarna Guðmundssonar dagsett 4. júní síðastliðinn, þar sem lagt til að endurgreiðslu hlutfall launagreiðenda í greiddum lífeyrissjóði réttindasafni Lífeyrissjóðs starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar. Ég sagði örugglega Brú Lífeyrissjóð áðan, en afsakið, Lífeyrissjóðs starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar, svo þetta sé rétt, fyrir árið 2024 verið óbreytt frá fyrra ári eða 72% og orðið er laust. Katrín, sveitarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Katrín. Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Því þetta erindi kemur frá Brú Lífeyrissjóði en á við Lífeyrissjóð starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar og þetta gildir fyrir sveitarfélög sem að hafa tryggt starfsmenn í B-deild sem er nú hægt að greiða í dag og það er kveðið á að það skuli endurgreiða sjóðunum mánaðarlega tiltekið hlutfall af útgjöldum hans til lífeyrisgreiðslna í B-deild. Og það er bæjar eða sveitarstjórn sem þarf að taka ákvörðun þetta að fenginni þessari tillögu frá tryggingastarfræðingi og þetta er ákveðið til eigi skemmri tíma en 1 árs í senn. Og við þessa ákvörðun á að miða við að endurgreiðsla ásamt innborguðum iðgjöldum geti staðið undir öllum lífeyrisgreiðslum og rekstrakostnaði réttindasafnsins og upprunasjóðs þess ef miðað er við það ávöxtun sem gert er ráð fyrir við tryggingafræðilega athugun sjóðsins. Og bara svona til upplýsinga, þá hefur þróunin verið svo að árið 2018 þá var þetta hlutfall 69%, á árunum 2019 til 2021 þá var það 71% og núna frá árinu 2022 og lagt er til enn að það sé slíkt í ára það eru 72%, þannig að þetta sígur upp á við. Þetta hefur tendens til þess að síga upp á við. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ekki fleiri sem kveða sér ljós þetta mál, þá bara göngum við til atkvæðum þetta að prósentan verið óbreytt, svo sama frá fyrri ári. Þau sem eru sammála því gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og við förum í mál nummer 7 sem er gjaldtaka á bílastæðum í miðbænum og Húsavík og Hafnarsvæði. En á 145. fundi sveitarstjórnar var eftirfarandi bókað að sveitarstjórn samþykki samhljóða vísa samþykktum bílastæðasjóð Norðurþings til síðari umræðu í sveitarstjórn og til upplýsingar það er það þannig að það hafa engar breytingar orðið á samþykktunum og við erum bara að taka fyrir síðari umræðu
og í framhaldinu er þetta auglýst í stjórnartíðendum og getur tekið gildi þegar auglýsingin hefur birst þar en orðiðlaust. Nú, þá göngum við bara til atkvæða þessar samþykktir eins og það líta út og við fórum yfir, bæði búið farið yfir þar í skipulags- og framkvæmdaráði og byggðaráði, að þau sem eru þessu sammála gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 8 sem er skipan starfshóps byggingu nýs leikskóla en á 187. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að fjölskylduráð samþykkir að vísa tillögu 1 frá starfshópi byggingu nýs leikskóla til umfjöllunar í sveitarstjórn. Tillagan felur í sér að byggður verði leikskóli fyrir eldri börn á lóð við hliðina á framhaldsskólanum að Stóragarði og orðið er laust. Helena Eydís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, ég vil byrja á því að þakka þeim sem að sátu í þessum hópi fyrir gott samstarf í hópnum og góða vinnu. En það voru þær Aldey Unnur Traustadóttir og Hanna Jóna Stefánsdóttir sem að voru með mér í þessum hópi og Arna Ásgeirsdóttir var starfsmaður hópsins og vann líka virkilega gott starf með hópnum. Við fengum þó nokkurn hóp til okkar í samráð. Það voru foreldrar, það voru starfsfólk leikskólans, það voru stjórnendur á leikskólanum og ásamt fulltrúum af skipulags- og framkvæmdarsviði, skipulags- og byggingafulltrúi og sviðstjóri og þakka þessum aðilum líka fyrir þáttöku í þessu verkefni og samráðsfundunum. Við fengum virkilega góð ráð í veganesti í hópnum og Ketill afsakið. Hann kom líka inn í samráð sem var mjög gott þar sem við vorum að fjalla fasteignir Norðurþings sem að mögulega væri hægt að nýta. Og þessir aðilar sem komu til samráðs við okkur gáðu okkur virkilega gott veganesti bæði í formi góðra ráða en líka var gott að heyra afstöðu þeirra sem að hafði svolítið áhrif bara eins og gengur að gerist á þær niðurstöður sem að hópurinn lagði svo fram og lagði til við fjölskyldra ætla að segja. En það sem að við skoðum fyrst og fremst, það voru 3 leiðir fyrirkomlega leikskólabyggingar. Að það var í fyrsta lagi að það yrði byggður yngri barnaleikskóli sem myndi henta það bil 1 til 3 ára börnum. Í öðru lagi eldri barnaleikskóli sem myndi henta þá það bil 3 til 6 ára börnum. Og í þriðja lagi þá aldursblandaður leikskóli, það er að segja frá bara upphafi til loka leikskólagöngu. Og hópurinn lagði sjálfur mat á kosti og galla allar þessa leiða og hafði svo samráð við framangreinda aðila þetta. Og í minnisblaði sem að fylgir málinu þá má lesa kosti og galla og athugasemdir, bæði þar sem kom fram hjá hópnum sjálfum og svo frá þeim sem að komu inn í samráðið og ég ætla ekki að orðlengja við það að fara ítarlega ofan í það. En svo þegar kom að staðsetningu nýs leikskóla að þá komu fljótlega upp 4 staðsetningar sem að hópurinn horfði til og að fengnu áliti frá skipulags- og umhverfissviðinu og skipulags- og byggingafulltrúa að þá horfum við til og leggjum til þess að ný leikskólabygging rísi við framhaldsskólan Húsavík, það er að segja á lóð þar sem er í eigu sveitarfélagsins. Við leggjum jafnframt til á grundvelli þeirra gagna sem við erum með varðandi bara íbúafjölda, mögulega fjölgun barna á svæðinu og að þetta verði leikskóli fyrir eldri börn, 4 til 6 ára. Og það er sem sagt tillaga fjölskylduráðs til sveitarstjórnar sem við erum þá að greiða atkvæði hér í dag. Hópurinn var jafnframt með 2 aðrar tillögur
en önnur þeirra felur í sem þá staðsetningu við framhaldsskólan en það verði leikskóli fyrir yngri börn og þriðja tillaga hópsins var leikskóli á Hjarðarholtstúni sem að yngri kynslóðir kalla kannski Jónasartún og ég veit ekki hvort að yngstu kynslóðirnar kalla þetta svæði einhverju enn öðru nafni en í það minnsta fyrir okkur sem hér eru þá þekkjum við þetta tún undir þessum 2 nöfnum. Og þar var hort til þess að ef sú staðsetning fyrir valinu að það yngri barna leikskóli. Jafnframt leggjum við fram hópurinn aðgerðar áætlun til 5 ára og hún í 14 liðum. Og þeir sjáu líka í minnisblaðinu sem ég gerir ráð fyrir að verði birt á þessum fundi loknum að álit hópsins var að leið 1 yrði valin að það yrði byggður leikskóli fyrir eldri börn við framhaldsskólan á Húsavík þar sem að staðsetningin fellur vel að þéttingu byggðar. Bílastæði eru til staðar sem að nýtast vel annars vegar fyrir leikskólan og hins vegar fyrir framhaldsskólan og það ætti að vera tiltölulega lítil skörun á notkun stæðana. Sömuleiðis nálað við grunnskólana íþróttahús og þá samleið þar eins og í gegnum samþættingaverkefnið okkar. Nálað við söfn, nálað við skó, Búðará, Holt og Fjöru sem eru svona þessir helstu staðir sem að leikskólinn nýtir í sinni útiveru og útikennslu og sérstaklega þá með þessum eldri börnum. Þannig að þetta voru svona helstu ástæður og rök fyrir því að við viljum fara í það að þetta verði staðsetningin og fyrir eldri börn. Mér langar kannski líka að nefna því að það hefur kannski verið meiri umræða að byggja leikskóla fyrir yngri börn og þá með tilliti til þess að húsnæði sé sérhæft fyrir þær aðstæður. Það kom jafnframt fram í samráði hópsins við þá aðila sem við leituðum til að á Grænivöllum í dag eru kostir eins og til dæmis í stórum göngum sem að þar eru varandi bara aðgengi fyrir barnavagn og þess að þegar við höfum haft það þannig hér á okkar leikskóla og leikskólum í sveitarfélaginu að börn geta sofið úti í vögnum og þá þarf að vera rými fyrir það og það rými til staðar á Grænivöllum sér í lagi þegar eldri börnin verða þá líka farin þaðan verði það niðurstaða okkar hér í dag að byggja eldri barna leikskóla á lóðinni við FSA eins og til að fjölskyldur á sér. Helen hefur lokið máli sínu og ég ætla að minna kjörna fulltrúum að endur þessa fundagáttina svona áður en hún lokast en orðið laust. Aldey, Unnar Traustadóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Aldey. Forseti, takk fyrir þessa yfirferð Helena og bara takk sem leiðis fyrir samstarfið. Þetta var mjög áhugavert að sitja í þessum hópi því að maður oft með fyrirfram ákveðnar hugmyndir hvernig maður vill hafa hlutina sem kjörinn fulltrúi og heldur að maður viti allt best og allt það. Þess vegna skiptir svo gríðarlega miklu máli að fá aðila sem eru á gólfinu og eru í þessu umhverfi dagsdaglega inn á borð til að, bara svolítið svo láta mann sjá ljósið. Og mér fannst mjög gott að fá starfsfólk leikskólans og stjórnendur og foreldra inn. Ég eins og kom fram hópurinn lagði fram þessa hugmynd að það yrði byggður eldri barna leikskóli við hliðina framhaldsskólanum á Húsavík sem að ég bara mjög ánægð með og mun greiða atkvæði með því í dag. Ég held það hefði örugglega alveg verið ótrúlega flott að byggja yngri barna leikskóla en ég held bara að þessi staðsetning ef við ætlum að halda okkur við hana að þá sé skynsamlegra til framtíðar að vera með eldri barna leikskóla þarna. Bæði sérstaklega í tengslu við samþættingaverkefnið okkar sem gengur ótrúlega vel. Það eru styttri vegalengdir þá, ekki það að það allt stutt svo sem á Húsavík en þetta samt framtíðar skólasvæði þarna og þannig ég held að það sé bara betri leið að fara að byggja sérst fyrir eldri börn þarna og eins sé ég bara mjög marga kosti í nýtingu á Grænuvöllum þá að það sé hægt að nýta efri hæðina á annan hátt heldur en í kennslu fyrir börn af því þau náttúrulega eru svo lítil þá yngri börnin
að það er svolítið erfitt að vera að fara með þau stigana og allt það. Þannig að ég er að sjá fyrir mig bara fullt af alls konar skemmtilegum möguleikum í nýtingu efri hæðinni, þá fyrir starfsfólk og alls konar svoleiðis. Þannig að já, ég er bara mjög ánægð með þessa niðurstöðu og vona innilega að þið geti greitt atkvæði með henni. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Hafrún hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Hafrún. Já, forseti, ég ætla bara að koma og gera grein frá atkvæði mínu og segja að ég muni styðja þessa tillögu sem að fjölskyldur hafa lagði upp með. Ég upphaflega þegar fórum í þessa vinnu var ég svona einmitt eins og komið var inn á þeirra hugsunar að við myndum mögulega vera að fara að byggja ungbarnaleikskóla. Ekki síður bara vegna þess hvernig grænuvellir eru og hann er svona hentar kannski betur í þeirri mynd sem hann er núna fyrir eldri börnin, en mér finnst bara stórgóð vinna hafa verið unnin af þessum starfshóp og gögnin sem að liggja fyrir í minnisblaðinu eru bara mjög góð líka, þannig að mér finnst það bara að vera eðlileg og rökrétt niðurstaða að byggja þá fyrir eldri börnin við framhaldsskólan, ekki síður einmitt vegna samlegðar áhrifaður sem við erum með skólahóp, við tónlistaskólan, í samþættingaverkefninu og vonandi bara með uppbyggingu á skólalóðinu líka og svona skemmtilega útisvæði samhliða fyrir börnin til þess að leika sér. Þannig að ég bara vildi lýsa ánægju mínu með vinnu hópsins og segja að ég muni styðja þeirra tillögu. Hafrún hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það. Þá göngum við til atkvæða þessa tillögu og það er þá verið að samþykkja leið 1 sem fer þá síðan bara sín stjórnsýslulega farveg inn í stjórnsýslunni hjá okkur, að þau sem eru því sammála gefi merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 9 sem er kynning á fyrirhuguðu uppgræðsluverkefni í Upplandi Húsavíkur sem eru Grjóthalsskógar, en á 467. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að byggðarráð samþykkir meðfylgjandi viljayfirlýsing og vísar henni til umfjöllunar í sveitarstjórn og orðið er laust. Með leyfi varaforsta. Forseti ágæta sveitarstjórn, Grjóthalsskógar. Uppgræðsla er mikilvæg, bæði fyrir umhverfi og samfélag og síðan hefur bæst við reyndar efnahagssjónarmiði, en uppgræðsla dregur úr jarðvegseyðingu sem er eitt helsta vandamáli bæði varðandi landbúnaðarsvæði og síðan bara náttúruleg svæði. Það er að segja, við ætlum að þá fara að planta gróðri og trjám og binda þannig jarðveg betur og minnka hættu á jarðvegseyðingu. Plöntur taka upp koltvísýring úr andrúmslofti og binda í formi lífmassa sem stuðlar að minni gróðurhúsaloftegundum. Það er að segja að þetta er þá kolefnisbinding og enda eru fann að sjá tekjur af því í sveitarfélaginu. Uppgræðsla stuðlar að aukinni líffræðilegri fjölbreytni og býr til búsvæði fyrir plöntu og dýralíf. Áhrif á líf og heilsu, bætt loftgæði og býr til og veitir útivistarsvæði sem hefur jákvæð áhrif bæði líkamlega og andlega heilsu okkar. Og í framtíðinni gæti þessi og aðrar uppgræðslu skapa tækifæri, til dæmis á efnahagslegum forsendum. Og ég ætla að nota þetta tækifæri og fagna framtaki Skógræktarfélags Húsavíkur þessu og vona að við getum samþykkt þetta eins og viljayfirlýsingin lítur út. Orðið er laust. Enginn sem vil kveða sér hljóðs það, þá förum við, við ætlum að greiða atkvæði fyrst, að þau sem geta samþykkt þessa viljayfirlýsingu eins og lítur út að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 10 sem er Ketilsbraut 7-9, húsnæðisaðstæður. En á 468. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað
að byggðar á leggur til í sveitarstjórnar farin verið leið 1 sem felur í sér endurbætur á Ketilsbraut 7-9. Það er ýmið sem ekki þarf undir starfsemi stjórnsýsluhús fái annað hlutverk fyrir aðra þætti starfsemi Norðurþings. Og það var samþykkt með atkvæðum Hafrúnar og Áka, Hjálmar Bogi satt hjá og Aldi og Benani óskuðu bókað að þau styðji að farin verði leið 1 og orðið er laust. Sveitarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ég ætla að fylgja þessu aðeins úr hlaði. Þetta er sem sagt í lok apríl sem að starfshópurinn er settur á fót til þess að meta þá kosti sem að væri í boði fyrir húsnæði stjórnsýslunar með það markmiði að skila haldgóðri tillögu að framtíðarlausn fyrir stjórnsýsluhús á Húsavík. Og þeir sem að sátu í hópnum voru kjörni fulltrúar Aldey Unnar Traustadóttir, Helena Eydís Ingólfsdóttir og Hjálmar Bogi Hafliðason. Og svo unnum við með hópnum ég, Bergþór Bjarnason, fjármálastjóri og Berglind Jóna Þorláksdóttir, stjórnsýslustjóri og auk þess sem að við náttúrulega leituðum hérna til annara starfsmanna í stjórnsýsluhúsi til samráðs. En helstu verkefni hópsins voru að greina starfsemi stjórnsýslunar og meta stærð varanlegs húsnæðis fyrir starfsemina, að skilgreina áskoranir og tækifæri við breytingu á húsnæði stjórnsýslunar og meta kosti og galla þeirra leiða sem að voru í boði, kostnað að greina þessa valkosti og leggja svo fram tillögu til byggðaráðs að varanlegri lausn fyrir starfsemi stjórnsýslunar. Og það voru skoðaðir nokkrir kostir en vinnan henni var þjappað niður á 3 kosti sem að var fyrsta leiðin var svo að nota áfram Ketilsbraut 7-9 og að það rými sem ekki þyrfti undir starfsemi stjórnsýsluhússins fengi þá annað hlutverk fyrir aðra starfsemi. Starfsemin leið 2 var svo að starfseminni yrði þjappað saman í Ketilsbraut 7, að Ketilsbraut 9 yrði seld eða leigð undir aðra starfsemi og í þriðja lagi að skoðuð yrði leiguleið eða farin yrði leiguleið og að Ketilsbraut 7-9 yrði þá seld í núverandi ástandi og gerðu leigusamningur alls 800 fermetra bæði fyrir starfsemi og undir skjalageymslu sem er svona það rými sem talið er að þurfi undir stjórnsýsluna eins og í dag 800 fermetrar. Og þessir kostir voru kostnaðargreindir. Það var sem sagt stuðst við byggkerfi frá ráðgjafafyrirtækinu Hannari og svo einingaverð frá ráðgjöfum frá Verkís verkfræðistofu. Tillögurnar sem að gengi var út frá voru þær eða starfshópurinn taldi að það væru bara 2 kostir eiginlega í boðið sem að voru leið 1 og leið 3 að það væri ekki sem sagt kostur leið 2 að vera bara með stjórnsýsluna í Ketilsbraut 7 þar sem að húsnæðið einfaldlega er of lítið og það var semst lagt til að það eru þá leið 1 og 3 sem að valið stæði og það var eins og kom hérna fram og kemur fram í inngangi þá leggur byggðaráð til við sveitarstjórn að farin verði leið 1 að Ketilsbraut 7-9 húsnæði verði endurbætt og það rými sem ekki þurfi undir starfsemin að fái annan hlutverk fyrir aðra þætti starfsemi Norðurþings. Og ég ætla bara að þakka starfshópnum og starfsfólki fyrir vinnuna í þessu verkefni. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Hafrún hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Hafrún. Já, ágæti forseti. Ég ætla kannski bara aðeins að segja þetta máli búið að vera vefjast svolítið fyrir okkur, ætla ég að leiða mér að fullir það og búið að vera að bíða eftir ákvörðun frá pólitíkin í þessu.
Starfshópurinn skilaði þarna 3 mögulegum leiðum fyrir byggðaráð og hérna í síðustu viku og byggðaráð tók afstöðu ekki einróma og það liggur fyrir fundin í dag þá. Ég held að ég tali fyrir allra hönd hérna þegar ég segi að já, og þú eru fullir að það var ekkert okkar með á stefnuskrá sinni í aðdraganda kosninga að fara í endurbætur á stjórnsýsluhúsinu. Þetta er verkefni sem við fengum í fangið og hérna þurfum bara að bregðast við. Mér finnst gott að við séum komin allavega á þennan stað að hérna byggðaráði búið að taka sína ákvörðun og við þurfum svo að fylgja því eftir hér í dag í sveitastjórn og hérna megum við þá líta á þetta kannski vonandi sem ákveðin kaflaskil í þessu máli og við getum farið að hæfjast handa við að fara í mjög svo nauðsynlegar endurbætur á húsnæðan okkar og við verum kannski líka að vera svolítið jákvæð og opinn fyrir því að þetta opnar alveg einhverja möguleika fyrir okkur. Við hefum svo sem lengi talað fyrir því að stjórnsýsluhúsið hinga til hefur verið of stórt fyrir okkur. Við höfum möguleika núna að hanna það meira eftir okkar hendisemi fyrir starfsemi stjórnsýslunar og eins og komið á inn á í tillögunni að nýta húsnæði sem við eigum þá undir aðra starfsemi. Við erum með starfsemi sveitafélagsins á öðrum vígstöðum sem er ekki í sínu ákjósanlegasta húsnæði þessar mundir sem við getum mögulega tekið inn og hérna já, eins og ég segi, þetta er svona ákveðin kaflaskil í þessu máli og hérna ég held og vona að okkur muni farnast vel að ganga vel í að vinna þetta mál áfram hratt og örugglega því að það svo sannarlega veitir ekki af. Hafrún hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, ég vil bara byrja að taka undir hérna með Katrínu með þakkir fyrir gott samstarfi í þessum hópi og hérna það er í þessari erfiðu stöðu sem við þó erum í, þá er ánægilegt að við séum komin á þennan punkt að vera að fara að taka ákvörðun þetta, hvernig framhaldi verður og það er mjög mikilvægt fyrir starfsfólkið okkar hjá sveitafélaginu að það fáist niðurstaða og hérna að það verði unnið hratt og vel í rauninni að framhaldinu og sammála Hafrún með það. Þetta er ekkit endilega verkefni sem við vildum standa frammi fyrir og fara í og hvernig einn sem atkvæðagreiðsla hér á eftir fer. En svona verkefni koma og það þarf þá bara að vinna úr því og leysa þau og það gerum við hér í dag. En þó við rúlum þessum bolta áfram núna að þá þarna er rauninni bara að ræða tillögu sem snýr að stjórnsýslunni og húsnæði fyrir hana og eins og Hafrún kom inn á að þá er húsnæðið vel rúmlegt fyrir stjórnsýsluna þannig að við þurfum að fara í kannski aðeins ítalegri vinnu varðandi það hvað við setjum annað í húsið eða hvað við gerum við þann hluta sem að ekki þarf fyrir stjórnsýsluna og þá vinnu þurfum við kannski að vinna hratt og vel og koma fram með tillögum það formlega þó að það sé sagt inn í lýsinguna leiðinni nefnda ákveðin starfsemi innan sveitafélagsins sem mögulega ætti heima þá er það ekki hluti af formlegu tillögunni hér í það minnst ekki eins og ég skil það og vona við höfum þá sameiginlegan skilning á því. Ég vildi allavega bara vekja athygli á því að það vantar kannski hjá okkur þann formlega vinkil inn í málið. En ég mun greiða atkvæði með þessari tillögu sem að það verði farið í endurbætur á Ketilsbraut 7 og 9 og hún verði þá hönnuð með þarfir nútímalegar og framsýtnar stjórnsýslu í huga og við finnum þá þeim hluta húsnæðis sem ekki verður nýttur undir stjórnsýsluna gott hlutverk. Helena hefur lokið máli sín og orðið er laust. Áki Hauksson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Áki. Forseti ágæta sveitastjórn, ég ætla nú bara að vera stutt orður að það geta að koma á óvart að ég sé sammála Hafrúnu í öllu sem hún sagði og Helenu það sem að við kusum með þessari tillögu og ég er bara að segja það að ég er mjög sáttur við að þessi komið í þennan farveg
og þetta verður farsalt fyrir Norðing í framtíðin. Það er ég alveg sannfærður og ég mun greiða með þessari tillögu. Takk. Háki hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bylgja hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Bylgja. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég ætla bara að taka undir með þeim sem á undan hafa komið hér. Auðvitað var þetta ekki óskastaða að fá þetta svona í fangið og þetta er alls ekki það sem okkur langaði til að fá. En ég vildi bara gera grein fyrir mínu atkvæði. Ég mun samþykkja þessa tillögu og við höfum svo sem oft staðið frammi fyrir því í fjölskylduráði að innan okkar sviðs hefur okkur oft vantað húsnæði undir ýmsa starfsemi og sé ég bara mörg tækifæri þar í þessu. Takk fyrir. Bylgja hefur lokið máli sínu og orðið laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, já, ég, svo sem, eins og bókað var á hundi byrjar stiðja þess til að verið farin. Þessi leið verið farin til þess að endurnýja þá húsið og búa það þannig úr garði að það muni duga fyrir okkar stjórnsýslu til einhverja 20 ára og vandað verið til verka. Nú finnst við erum að fara að gera þetta á annan borð, þá gerum við þetta almennilega og það muni þarna rísa bygging sem ég vil í leiðinni leggja til að við losum okkur við þetta orð stjórnsýslu hús og breytum því í ráðhús eins og séðað fólk gerir. Þetta stjórnsýslu hús er ekkert eðlilega erfitt orð. En ég svona á öllu gamli sleftu þá þá held ég þetta verði farsalt fyrir okkur. Við eigum þá hús sem að vonandi heldur vatni og vindum og jafnvel verði viðhaldið svona til framtíðar og og vel fari starfsfólk okkar og starfsemi. Benóný hefur lokið máli sínu, orðið laust ráðhús með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Það er uppi áhugaverð staða þar sem stefnir í að forsetin sem ég stendur verður líklega svo eini sem að greiðir þessari tillögu ekki atkvæði sitt. En hér gríðarlega stóra ákvörðunaræða til langrar framtíðar og tölurnar segja okkur að kostnaðaráætlun að taka Ketilsbraut í gegn, við getum allan eftir okkur að segja með vissu allan 270 milljónir króna. Það gerir 200.000 á fermetran og er varlega áætlað. Og opinberar framkvæmdir fara nú venju samkvæmt fram úr áætlun. Þetta felur í sér mögulega lántöku sem fé sem ég tel að við getum varið með öðrum hætti í þágu til dæmis fjölskyldna og ungmenna og fá það fé til annara framkvæmda sem andvirði sölu á Ketilsbraut 7 og 9. Innri lega mun hækka í stjórnsýsluhúsin við Ketilsbraut og almennt séð erum við ekki góð að sinna viðhaldi sveitarfélagið og sveitarfélög yfir höfuð. Við erum sannarlega ekki á besta stað en berum ábyrgð okkar hlutverki síðan að taka ákvörðun en þessi ákvörðun rýmar ekki við mína framtíðarsýn og mun ég þess vegna sitja hjá. Sjálfur hefði ég kosið að fara leiguleiðina enda mörg dæmi að opinberir aðrar sé að fara þá leið. En á fjárhagslegum forsendum ekki síst get ég ekki stutt þessa leið eins og lagt upp með. Tækifæri sem felst í að losa Ketilsbraut 7 og 9, byggja við, byggja upp, breyta í íbúðir, nú eða jafna þetta við jörðu og reisa verslunarmiðstöð eða væri áhugi fyrir því. En hvort sem það betra að eiga eða leigja fer auðvitað eftir persónulegum aðstæðum, fjárhagslegum og svo ólíkum markmiðum og bara lífstíl hvers og eins að eiga eign getur verið mjög góð fjárfesting og býður upp á meira öryggi og frelsi en leiga leið býður upp á meiri sveigjanleika og minni ábyrgð hvað varðar viðhald. Það er mikilvægt að vega og meta þessa þætti þegar kemur að ákvörðun hvaða kostur hentar okkur best en að þessu sögðu mun ég sitja hjá við atkvæðagreiðslu þessa tillögu hérna eftir. Og orðið laust.
Eysteinn hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eysteinn. Já, forseti sveitarstjórnarfulltrúar og aðri gestir. Ég bara fagnaði að línu séu loksins að skýrast í þessu annars leiðilega máli eins og við komum fram að þetta óskaðs enginn að standa frammi fyrir þessu. En þetta bara verkefni sem við getum ekkert skorast undan að taka á. Það er starfsfólkið okkar, það bjó ekki við góðan kost þarna. Og eins og hefur komið fram í máli annara það var orðin alveg þörf á því að nútíma væða svolítið þetta húsnæði fyrir og ég ætla að sé bara tækifæri til þess að gera það núna. Og á þessari vegferð að útbúa bara starfsfólkinu okkar framúrskarandi aðstöðu til framtíðar. Ég held einmitt að ef við horfum til lengri tíma litið þá verður þetta hagstæðasta leiðin fyrir Norðurþing að fara. Því að þarna eins og kom fram í máli Eldi Benóni sáðan að við erum að horfa til þess að útbúa aðstöðuna til áratuga. Og eins þetta náttúrulega tækifæri til þess að finna í þeim fermetri sem við ekki ætlum að nýta undir okkar stjórnsýslu eða í þessu hugsanlega ráðhúsi til framtíðar að þá er tækifæri til þess að koma einhver annara starfsemi þarna fyrir og sækja þar að leiðandi hagræðingu í rekstri með því, með að full nýta þetta húsnæði. Þannig að ég kem alveg klárlega til með að styðja leið 1 eins og við lagði fram þarna. Eysteinn hefur lokið máli sínu og Áki Hauksson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki. Öðru sinni. Forsætisstjórn, ég vil minna á það líka að við erum með önnur hús sem Norðurþing á, af því að talaði viðhald. Það hefur ekkert verið viðhald á þeim húsum, við getum talað leikskólan. Við vorum að samþykkja áðan að fara í að byggja leikskóla og við erum að fara í frístundarhús. Þetta bara hluti af verkefni sveitarstjórnar að hugsa viðhald á húsum. Það þýðir ekkert að vera að koma eftir 30 ár aldrei viðhald inn á húsi og sagt bara, heyrðu, við ætlum bara út, þetta bara ónýtt og við leigjum. Það verður þannig eins og með leikskólan. Það margbúið að biðja marga hluti þar sem hefur ekkert verið sinnt. Og ég stallir að tala það líka hér. Það eru líka önnur hús sem eru illa farin. Heldur en stjórnsýsluhúsið. Og þetta var ekkert að vera eitthvað stórum mál, þanniglega. Við eigum bara að hugsa þessu hús, að þetta sé í lagi og þá er þetta bara í góðu lagi. Takk fyrir. Áki hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Eysteinn hefur beðið orðið öðru sinni, gjörðu svo vel, Eysteinn. Já, forseti. Má verið hefur kannski heyrt rangt í Áka en ég greip þetta minnst okkur til þannig að það veri önnur hús í eigu sveitarfélagsins sem væri ekkert viðhald á. Ég ætla bara að leiðrétta það. Við erum alveg að sinna viðhaldi á mörgum eignum en ég get tekið undir það að við hefðum átt standa okkur betur í því síðastliðin ár en við höfum alveg verið að sinna viðhaldi, stjórnsýsluhúsi á Raufarhöfn, skiptum þak þar, skólahúsnæðið á Raufarhöfn, við höfum verið að sinna viðhald á því og erum með plönum meira og borgarskóli og fleiri byggingar, það er ekki rétt að sé ekkert viðhald en ég get alveg tekið undir það að það mætti spýta meira í þar. Eysteinn hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Aldey Unnar Traustadóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, ég ætlaði bara aðalega að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu eins og kemur fram inn í bókuninni þá mun ég styðja bókun byggðaráðs mun ég styðja þessa leið 1 að veri farið að gera upp stjórnsýsluhúsið og allt mjög gott sem hefur komið hérna fram ég sé fullt að tækifærum í þessu og ég held að þetta verði bara mjög gott til framtíðar en aðal ástæðan fyrir því að ég styð þessa leið er að ég held alltaf að það sé hagkvæmara fyrir sveitarfélagi til lengri tíma að við eigum eignina og sinnum viðhaldi í staðan fyrir að fara út á leigumarkað. Af því að þótt að eins og forseti kom inn áðan mörg sveitarfélagi að fara leiguleiðir, þá hefur samt líka reynslan sýnt okkur að það að koma í bakið á okkur.
og við erum bara með nærtakt dæmi hérna innan þessa sveitafélags sem að við seldum eign og svo endum við að kaupa sömu eign aftur tilbaka. Þannig að ég held og ég trúi því að það sé alltaf skynsamlegra að eiga eignina sem að sveitafélagið að nota og bara ég vona að við getum gripið tækifærið og bara haft það sem áminningu núna að vera sinna viðhaldi betur en við höfum verið að gera. Af því það er alveg rétt sem að kemur, við höfum að mörgu leyti ekki verið að gera, af því það er ekki droslega spennandi verkefni. Veist, og okkur finnst miklu meira spennandi að gera eitthvað nýtt og erum ekkit endilega, viljum ekkit vera að enda peningunum í þetta. En kannski er bara komin tími til að við breytum að þessum hugarfar og förum að vanda okkur meira þarna. Af því þótt að nýjar hugmyndir og ný verkefni séu meira spennandi að þá er heldur ekkit spennandi að fá svona í fangið eins og við erum að díla við núna. Það er ekkit endilega það sem við myndum vilja gera. En ég er bara mjög spennt að byggja upp stjórnsýsluhús eða ráðhús fyrir starfsfólk sveitafélagsins af því að starfsfólk sveitafélagsins þarf að vera í góðum vinnuaðstæðum og ég bara við vöndum til verka og ég held að þetta veri bara mjög flott. Takk fyrir. Aldi hefur lokið málu sín og orðið er laust. Við leiðum varaforsta. Forseti ágæta sveitastjórn bara svo því sé haldið til haga. Þetta snýst ekkert að búa til nútíma umhverfi. Það er hægt í leigulegið eign eða hvað sem er, í hvaða eign sem við ákveðum að fara. Að búa starfsfólki nokkur góðan kost. Ég vil bara leiðrétta og bara minna á það að því að Aldi Unna Trausta komin á þá leið sem var farin í fyrirtæki sem var stofnað 1998 til 2008 sem var með svona markmiði voru svona fyrirhrun heilkenni. Þá fóru mörg sveitafélög, ríki og fyrirtæki þá leið að selja húsið sem það var í, ekkert endilega til þess að gera eitt eða neitt fyrir húsið. Heldur það var farin svo leið, svona í fyrirhrun heilkenni, það er rétt og meðal annars Grænuvellir, seldir á sínu tíma, á þess að það ætti að fara að gera eitt eða neitt í húsinu. Þá voru Grænuvellir seldir til þess eins að losa fé, til þess að nota síðan í framkvæmdir eða gera eitthvað annað. Það er alveg rétt. Þetta er ekki sú leið og þetta er ekki leiguleiðin sem að ríki og sveitafélög og margar stofnanir er að fara í dag. Hér er við ruglað tveimur hlutum saman, bara svo það sé sagt. Og orðið er laust. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, bara svo því sé haldið til haga, þá er ég ekki að rugla tveimur hlutum saman. Vissulega er þetta ólíkt, en bæði snýst þetta að fara leiguleið versus það eiga eign. Hvort sem að það vera að byggja upp nýtt eða þú sért að selja undan húsi sem þú ert að nota. Bara ég skil alveg hvort að meina, en ég fatt alveg munin og ég er ekkert að rugla saman tveimur hlutum. Í grunninn snýst þetta bara það hvort þú vilt leigja eða eiga eignina. Og ég trúi því og stend með því að það sé alltaf betra að eiga eignina því þá býrðum við meira öryggi. Aldi hefur lokið málu sínu og orðið er laust. Ekki fyrir sem vilja kveða sér ljós, þá göngum við til atkvæða það að veri farin sú leið sem byggðara leggur upp með sem er leið 1. Ég vil biðja þau sem því eru sammála að gefa merki með því að rétta upp hönd. Já, það var það, já, Hjálmar sem sagt situr hjá. Þetta var samþykkt með atkvæðum Áka, Benónís, Aldeyjar, Ingibjargar, Helenu, Eysteins, Bylgju og Hafrúnar. Við förum þá í mál númer 11 sem er kostnaðaráætlun nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík en á 468. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að byggðarráð samþykkir samkomulagið og vísar því til afgreiðslu í sveitarstjórn. Og með leyfi varaforsta. Forseti ágæta sveitarstjórn, nýtt hjúkrunarheimili á Húsavík. Í 2 ár höfum við verið í samtali við ríkisvaldið fyrirkomulag og byggingu eða uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis Þingeyinga hérna á Húsavík.
Við erum komin á þennan stað með nýtt samkomulag sem felur í sér að farin verið leiguleiðin. Þar sem ríkið hyggst fara þá leið að fá þriðja aðila til þess að byggja og síðan eiga bygginguna og reka. Og það verið fallið frá því að sveitarfélögin 3 sem að þessu stóðu, Þingeyjarsveit, Tjörnesreppur og Norðurþing, greiði ekki þennan 15% hlut eins og var gert áður og var gert ráð fyrir í því verkefni. Áfram gert ráð fyrir því að byggt verði í Skálabrekku 21, 60 rými, 4-5 ný rými með núverandi stöðu hjúkrunarrýma. Að því sögðu þá þurfum náttúrulega að huga því að þegar þetta rými verður byggt verður komið örugglega þörf fyrir en 30-40 ný rými þegar þessari byggingu verður lokið. Hvað það? Þá opnast ýmis tækifæri til dæmis í núverandi húsnæði sem Hvammur, þar sem verið að reka hjúkrunarheimili. En þegar það óbáslega mikið að gerast í þessu málaflokki eldra fólks eins og hér En núna boltinn svolítið hjá ríkisvaldinu og okkar hins vegar að halda áfram að þrýsta á það að farin verði þessa framkvæmt sem allra fyrst. Því það sannarlega þörf á því að fá þessa leið, fá þetta hjúkrunarheimili uppbyggt sem allra fyrst og ég vona að sveitarstjórn geti fallist á þetta eins og þetta lítur út. Og orðið laust. Benóni Malur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, þetta mál sýnir allar verstu hliðar stjórnsýslu Íslands. Þetta er búið að taka ævintýralega langan tíma, marga fundi sem hafa skilað nánast engu. Það er þó allavega komin einhvers konar niðurstaða núna, 10 árum síðar eða svo, sem að við þurfum bara að vona að ríkið fari í málið og standi við það sem að þau segja. Það hefur ekkert alltaf verið reynslan, en lengi lifi vonin og ég ætla mér að sannarlega að greiða atkvæði með þessu og vona að þeir standi við sitt. Ef ekki þá segjum við okkur bara úr lögum í Íslandi, það er ekki alltaf hótunin. Við verðum að fá þetta hús og það var tími fyrir 10 ára síðan, það var ennþá meiri þörf á því fyrir 5 ára síðan og núna þörfur orðin gríðarlega brýn. Þannig að við leggjumst á alla eitt það að koma þessu skilaboðum áleiðis til stjórnvalda hverju sem það verða að drífa nú í þessu. Benóni hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ef svo ekki, þá bara göngum við til atkvæða þetta samkomulega eins og það lítur út og verður nú, byrt vonbráðar, skulum við segja. Þetta þarf náttúrulega að taka fyrir hjá 3 sveitarfélögum og skrifa undir og svo framvegis. Þá vil biðja þá sem að geta samþykkt þetta að gefa merki með því rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við fyrir með mál númer 12 vegna svæðisbundinna farsældaráða sem tillaga frá mennta- og barnamálaráðuneytinu tímabundið stöðugildi. En fyrir sveitarstjórn liggur ósk frá SSNE umboð frá sveitarfélaginu til að hefja þá vinnu að gera drög að samningi fyrir Norðurland eystra varandi útfærslu og starfsemi svæðisbundinna farsældarráða barna. Samningsdrög verða lögð aftur fyrir sveitarstjórn þegar þau liggja fyrir en samningur mun ekki hafa í för með sér fjárhagslegar kvaðir fyrir sveitarfélaginu heldur fyrst og fremst yfirlýsingum að þau vilji eiga með sér samstarf útfærslu á farsældarráði Norðurlands eystra og vinna sameiginlega áætlun svæðinsbundna forgangsröðun aðgerða farsæld barna til 4 ára í samræmi við farsældarlögin og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, ég ætla að fara í aðeins lengra máli yfir það sem forseti var að segja hér í inngangi.
Í 5. grein laga samþætta þjónustu í þágu farsælda barna þar segir að sveitarfélög eigi að skipa svæðisbundin farsældarráð sem eru þá vettvangur fyrir þetta svæðisbundna samráð farsæld barna. Og þar eiga sæti fulltrúar svæðisbundina þjónustuveitenda á vegum ríkis og sveitarfélaga og þetta ráð skal hafa samráð við fulltrúa notenda á viðkomandi svæði. Í okkar tilfelli þá erum við að horfa til starfssvæðis SSNE. Svæðisbundin farsældaráð þau eiga að vinna áætlun svæðisbundna forgangsröðun aðgerða farsæld barna til 4 ára sem á að taka mið af þingsályktunum stefnu farsæld barna og framkvæmda áætlun ríkisins og niðurstöðum farsælda þings. Og sveitarfélög eiga að vinna skýrslur framvindu áætlana svæðisbundna forgangsröðun aðgerða á 2 ára fresti. Og þessar áætlanir og skýrslur samkvæmt þessari grein 5. grein farsældarlagana. Þeim ber að skila til gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála. Og eins og flest ykkar vita, eða vonandi bara öll, að þá hefur ráðuneyti mennta- og barnamála verið að vinna tillögu útfærslu á starfsemi þessara svæðisbundnu farsældarráða sem á að setja á laggirnar samkvæmt 5. greininni og tillöga ráðuneytisins felur í sér að það verði stofnað svæðisbundið farsældarráð í hverjum landshluta. Og ráðuneyti hefur lýst yfir vilja sínum til þess að gera viðaukasamninga við sóknaráætlanir landshluta að landslutasamtökin fái stuðning til að ráða verkefnastjóra til 2 ára til að útfæra starfsemi þessara farsældarráða. Og þá stendur til að gera samning á milli ráðuneytisins og SSNE þetta, þar sem verkefni betur útfært. Og jafnframt þá má gera ráð fyrir því á grunni þess að viðauka við sóknaráætlun viðaukarsamnings við sóknaráætlun og áætlunar sem að við í landslutanum munum gera að þá verði hægt að sækja fjármagn til ríkisins vegna aðgerða sem byggja á áætluninni. Til að gera þessi drauga samningi fyrir landslutan með starfsfólki ráðuneytisins þá SSNE að óska eftir þessu umboði frá sveitarfélögunum sem þau hafa nú öll veitt eftir því sem ég best veit nema 2 og við erum annað þeirra. Og þegar þannig að sé hægt að hefja þessa vinnu og að henni lokinni þá munum við fá samningsdraugin aftur til umfjöllunar hjá okkur. Þessi samningur á ekki að hafa í för með sér fjárhagslega kvaðir fyrir sveitarfélögin, heldur fyrst og fremst að ræða yfirlýsingu að við viljum eiga samstarf við nágranna okkar í landslutanum útfærslu á farsældarráði landslutans og vinna þá sameiginlega áætlun svæðisbundna forgangsröðun á aðgerðum í þágu barna og farsældar þeirra til 4 ára eins og lögin kveða á Til frekari útskýringar að þá eru þessi svæðisbundnu farsældarráð hugsuð sem vettvangur þar sem að svæðisbundnu þjónustuveitendurnir, hvort sem það eru á vegum ríki eða sveitarfélaga og jafnvel einkaaðila eftir því sem við á. Þar má til dæmis nefna bara fólk sem er með sína eigin dansskóla eða eitthvað slíkt og svo má nefna íþróttafélagin líka í þessu samhengi sem eiga að geta átt aðild að farsældarráðnum, allt eftir því bara hverjar aðstæður eru á hverjum stað, að þá eigum að hafa samráð og vinna áætlunina farsæld barnanna og aðgerðirnar þar og þetta er nýmæli sem að hefur það markmið að stuðla að því að það sé svæðisbundið samtal og áætlanagerð varðandi áætlanir í þágu barna. Mér finnst ég vera að endurtaka mig og segja alltaf farsæld, áætlun, aðgerðir, börn. En þetta er stórt og mikið mál og þetta er nýtt svolítið fyrir okkur, þetta er breytt nálgun hjá okkur öllum á bara landinu varðandi velferð barna. Þannig að vissulega virðist þetta vera flókið. En þá er gert ráð fyrir því að það sé haft samráð við notendur við áætlanagerð sem eru þá börn og ungmenni og í því sambandi má benda á að í ýmsum sveitarfélögum þar með talið okkar og þar eru þegar starfandi hópar og ráð sem að geta nýst við slíkt samráð, til dæmis ýmiss konar notendaráð og ungmennaráð og svo má ekki gleyma því að innan landslutasamtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra þá er haldið ungmennaþing sem geti einnig verið mikilvægur og virkur samráðsaðili við gerðsvæðisáætlanir farsæld barna. Við vorum með undirbúna bókun við Katrín sveitarstjóri og hún er komin til Berglundajónu og ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa hana upp
og þá væri hún á þessa leið erindið lagt fram. Sveitarstjórn líst vel á það hugmynd að svæði farsældarráðs verði hið sama og starfsvæði SSNE. Og þetta bara til samræmis við bókanir sem að önnur sveitarfélög á svæðinu hafa verið að staðfesta á fundum sínum undanfarið. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust. Með leyfi varaforseta. Forseti, ágæta sveitarstjórn, farsældaráð landshluta semst ráð sem á að stofna til þess að stuðla að farsæld barna á Íslandi, sem hluti af þessu lögum sem búið að tala sem var til samþætta þjónustu. Með þessum lögum sem sannarlega þetta þróunarverkefni, því það sett ýmsar kvaðir á sveitarfélögin, það setta kvaðir á landslutana, það setta kvaðir á landið allt í þessu. Því í mínum huga, þetta eftir sem ég les þetta meira, þá verið að flækja farsældina með því að markmið einfaldana, finnst mér. Þar að auki verið að fara að semja við landshlutasamtökin og ég gef mér að þetta verið eitthvað tímabundið starf þar í einhvers umboði sem ég veit ekki hver varðandi þessa þjónustu, því við erum þegar með sveitarfélögin og sveitarfélög Norðurþing að veita þessa þjónustu innan sinna raða, skipa til dæmis teymisráð utan hvert og eitt mál og svona, við eigum að gera það og gerum það og ég veit ekki alveg, eru að samþykja eða svona, við erum eiginlega að segja, þið megið tala saman. Akkur saminu við þá ekki bara alla félagsþjónustu bara í landslutanum í eina félagsþjónustu? Eða við getum farið alla leið og sagt saminum bara sveitarfélögin eitt. Þetta enn eitt dæmið að ríkið að senda okkur, sveitarfélögunum, svona ákveðnar kvaðir og að sjálfsögðu verður þetta einhvern tíma fjárhagsleg skuldbinding fyrir sveitarfélögin, sem ég ekki mótfallin ef þetta fleiri úrræði fyrir farsældinu til að vinna með, ekki fleira fólk á bak við skrifborð til að vinna að farsældinni. Það þarf ekki. Það þarf fleiri úrræði fyrir teymin, fyrir sveitarfélögin, fyrir farsældina. Þarna verið að tala um samþætta þjónustu. Það búið að vinna málum í sveitarfélögunum. Nú að fara að bæta við landslutunum og svo líka landsráð í svona farsæld. Þannig að í mínum huga svolítið verið að flækja málin. Jú, það gott og vel að samþykja við viljum verið í samstarfi. Sjálfsögðu má starfsfólkið okkar í farsældinni ræða við sína kollega annars það. Þó ekki væri, það bara mjög eðlilegt að við gerum það sem ekkert mótfallin því. Það bara í góðu lagi. En eftir sem ég les þetta meira og var að því í gær, þá finnst mér við erum ekki að gera það hér. Þá verið að flækja farsældina hálfu ríkisins með að senda þetta út, þetta tímabundna starf. Við getum líka bara að opna aftur skólaþjónustu Norðurlands eystra, það bara hægt. Væri það ekki bara einfaldar, það væri bara ein skólaþjónusta, svo bara sinnir hún þeirri þjónustu sem þarf að veita á hverjum stað fyrir sig, heldur að vera núna með farsældarþjónustu á sveitarfélögum, svo kemur farsældarþjónustu á landshlutasamtökum og svo farsældarþjónusta á landsvísu. Þannig mér finnst verið að flækja samvinnuna, það verið að flækja áætlanagerðina, það verið að flækja það hvernig við veitum ráðgjöf og það líka verið síðan verið að flækja það hvernig við veita eftirlit og meta síðan þá þjónustu sem við erum að fara að vinna við. Því að markmiðið alltaf betri þjónusta en einhvern veginn virðist það ekki skila sér. Í allir umræðunum farsæld síðan það var samþykkt 2021, nóvember 2021. Þá virðist einhvern veginn úrræðunum ekki fjölga, úrræðunum sem að starfsfólkið í félagsþjónustum virðist hafa. En við erum alltaf að fara að tala meira saman, sem gott, en við þurfum að fjölga úrræðunum á gólfinu. Ekki alltaf bara svona skrifstofustörf. En ég set mig ekki upp á móti því að við eigum eitthvað samtal við önnur sveitarfélög sem að vinna farsældin. Þetta bara mjög mikilvægur þáttur í því að bæta þjónustu við börn á Íslandi og tryggja að þau fái þá aðstoð og stuðning sem þau þurfa svo sannarlega. Þetta bókun eða tillaga sveitarstjórn líst vel á það hugmyndum að svæði fyrir farsældarráð verði hið sama og starfsvæði SSNE. Ég bara ætla að viðurkenna, ég skil ekki alveg hver aðild okkar í því að fólk megi tala saman í þessu farsældarráði. Eru að fara að senda fólk í farsældarráð eftir því sannarlega hvað við á, hér voru nefnt íþróttafélögin eða frjáls félagasamtök eða eitthvað frjálsa skóla. Þetta
Það í mínum huga svolítið verið að gera einfaldan hlut svolítið flóknari, finnst mér. En orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, þetta er vissulega svolítið flókimál en ég kannski vil árétta eitt að þarna í rauninni í þessu farsældarráði þá er alls ekki verið að horfa á einstaklingsbundna þjónustu. Hún er eftir sem áður í bara þeim farvegi sem að hún er að þróast í og er komin í. Þarna erum við að horfa kannski meira til atriða eins og bara ef við berum þetta saman við eitthvað sem við þekkjum frá því áður, bara framkvæmdaáætlun í barnavernd. Þar sem að hvert sveitarfélag þurfti að leggja fram framkvæmdaáætlun í barnavernd við upphaf kjörtímabils, þar sem eru settar fram áherslur það að hverju við ætlum að vinna. Það er það sem ég sé fyrir mér og með minn skilning á þessu að farsældarráðið í landshlutanum muni gera fyrir landshlutan. Þar verða lagðar einhverjar áherslur og tillögur að aðgerðum og með viðaukasamningi við sóknaráætlun og fjármagni sem kæmi þá frá menntamálaráðuneytinu inn í sóknaráætlunina, þá var þetta að sækja fjármagni í það til þess að framkoma þær aðgerðir. Það er svona minn skilningur á þessu en ekki að við séum að fara að fjalla einstaklingsmálarna eða aðgerðir fyrir einstaka persónur þarna inni, heldur fyrir heildina, fyrir börnin öll á svæðinu. Ég vona að þetta sé alveg ljóst en þetta, ég tek alveg undir með forseta, þetta er flókið mál og þetta er en það er kannski fyrst og fremst vegna þess líka að það eru ný hugtökarna og að þetta er þróunarverkefni sem að þetta virðist vera flókið fyrir okkur. Helena hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Svo er ekki, en ég ætla bara að viðurkenna forsetir aðeins í vandræðum, er þetta sem bókun sem við viljum að sé sameiginleg bókun sveitarstjórnar út af þessum fundi, þannig ég er að bera þetta upp hvort að sveitarstjórn sé sammála þessari bókun. Ok. Getur sveitarstjórn þá fallist á þessu bókun, sveitarstjórn líst vel á þá hugmynd að svæði farsældarráðs verði því sama á starfsvæði SSNE. Ég þarf að spyrja, þetta bara kom ekki fyrir fundin, þannig að fólk var ekki búið að sjá þetta áður en kom hingað. Ég þarf að spyrja hvort að sveitarstjórn geti fallist á þessa bókun eins og lítur út. Orðið. Já, var búin tvisvar Helena, en já, viltu koma og reyna að skýra þetta út fyrir okkur áfram? Ég held að sért að skilja þetta rétt. En það er kannski spurning bara vegna inngangsins og vegna erindisins frá SSNE að við setjum aftan við þetta sveitarstjórn samþykkir að veita SSNE umboð. Bara þannig að það sé alveg skýrt til þess að hefja þessa vinnu að gera draugasamningi við ráðuneytið. Já, það bættist bara við flækjan í huga mér sem sveitarstjórn er að samþykkja að veita SSNE umboð til þess að hefja samtal innan svæðisins innan SSNE farsældarráð innan svæðis SSNE. Nei. Já, að SSNE hafi umboð frá okkur til þess að tala við ríkið farsældarráð. Ok, þá erum við vonandi komin á sameiginlegan skilning. Getur sveitarstjórn það fallist á þessa niðurstöðu hér að sveitarstjórn líst vel á þá hugmynd að svæði farsældarráðs verði sama á starfsvæði SSNE og sveitarstjórn samþykkir að veita SSNE umboð til þess að hefja þá vinnu að gera drög að samningi fyrir Norðurland eystra. Geta kjörnir fulltrúar samþykkt þetta? Já, það er samþykkt samhljóða. Og við förum þá í mál númer 13 sem er endurskoðuð framkvæmdaáætlun fyrir ár 2024
en á 191. fundi skipulösa framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað. Skipulösa framkvæmdaráð vísar uppfærðri framkvæmdaáætlun 2024 til kynningar í byggðaraugu og samþykktar í sveitarstjórn og orðið laust. Eysteinn Heiðar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Eysteinn. Já, forseti, fulltrúar og gestir. Nokkur orðum þetta, en sem sagt samþykkt framkvæmdaráætlun fyrir árið 2024 var upp að tæpla 560 milljónir. Í þeirri áætlun var gert ráð fyrir kostnaðarþátttöku Norðurþings í uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis, en nú þegar að það verkefni hefur tekið breytingu þá var farið í endurskoða framkvæmdaáætlunina. Vert að taka fram að ekki neina breytingu að ræða á heildar framkvæmdafé við þessa endurskoðun. En gjarnan það svo að gerðar eru kostnaðaráætlanir fyrir verklega framkvæmdir en þegar að verkin eru boðin út þá eru þau ýmist undirrið yfir kostnaðaráætlun og því gott að endurskoða og uppfæra framkvæmdaáætluna reglulega út frá nýjustu og bestu gögnum. En ef við tæpum þetta nokkrum atriðum úr framkvæmdaáætlunni þá ber kannski að nefna að verið að ljúka við nýtt þjónustuhús við Tjaldstæði og Húsavík og það nú glæsileg framkvæmd sem að ljúka þar. Einnig að þá eru það nokkra götur í Norðurþingi sem að komu mjög illa út undan vetri og þarnast úrbóta á en gerði tillaga tilfærslu fjármagns í þau verkefni en helst ber að nefna Þverholt og Auðbrekku á Húsavík og götur á Kópaskeri en stemt að úrbótum á þeim samhliða gatnagerð við nýtt hús við Drafnagötu 4. En varðandi gatnaframkvæmdir þá eru þær á misjöfnum stað, sumar í hönnun, aðrar í útboðsferli og verið að ljúka samningum eða jafnvel deiliskipulagsferli fyrir ákveðin verkefni. Nokkur viðhaldsverkefni verða á árinu til dæmis utanhúsmálning á íþróttahúsi og grunnskóla Raufarhafnar og hafinni framkvæmd við endurnýjun og þaki á skólahúsins á Kópaskeri eins og eitthvað sé nefnt. En svona í lokin á þessari yfirferð hjá mér þá langar mig að nefna að setta verður upp körfuboltavöllur við Borgarholtsskóla, fjármunum varið til hljóðvistarmála í skólanum í Lundi, Borgarholtsskóla og sundlaugin á Raufarhöfn. Sett verður upp í sumar ærslabelgur við sundlaugin á Húsavík og við skólan í Lundi en verið að hanna þá skólalóð ásamt skólalóðinu við Borgarholtsskóla. Eysteinn hefur lokið máli sín og orðið laust. Engin sem vill kveða sér hljóðs það frekar þá bara göngum við til atkvæði þessa uppfærið framkvæmdaráætlun fyrir 2024 og við biðja þau sem geta samþykkt hann að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 14 sem að Bolverk EHF sækir lóð að Urðargerði 5. En á 191. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórn Bolverki EHF verði úthlutað lóðinni að Urðargerði 5 og samþykkir framlengingu afsláttarkjara miðað við að fokheldi náist fyrir árið 2025 og orðið laust. Já, takk ábendinguna, rétt, svo þetta sé hárrétt. Fokheldi náist fyrir árslok 2025. Takk. En orðið laust. Þú ert ekki að biðja orðið, Benóni? Já. Herðu, þá biðja þau sem geta samþykkt þetta að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við fyrir mál númer 15 sem óskum framkvæmdaleyfi til skógræktar í landi Þverár en á 191. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórn að Yggdrasil Carbon EHF verði veitt framkvæmdaleyfi til skógræktar til samræmis fyrir framlögð gögn en með fyrirvarum jákvæða umsögn Minjastofnunar. Skipulagsfulltrúa verði falið eftirlit með framkvæmdinni og orðið laust. Engin sem kveðið sér hljóðs það, þá er beðið þau sem geta samþykkt þetta framkvæmdalega að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 16 sem umsókn lóð að Stakkholti 7 en á 191. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórnar Ragnari Hjaltesteð verði úthlutað lóðinni Stakkholti 7 og orðið laust.
engin sem við tjásum það, þá bara göngum við til atkvæði, byrðu þau sem geta samþykkt þetta að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál nummer 17 sem er umsókn lóðarúthlutun á Hraunholti 11 til 13. Hann er 191. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráður leggur til í sveitarstjórnar Sveini Vegari Hreinssyni verið úthlutað lóðinni að Hraunholti 11 til 13 og orðið laust. Nú, þá göngum við bara til atkvæða. Þau sem geta samþykkt þetta gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við fyrir það í mál númer 18 sem er umsókn lóðir að Hraunholti 15 til 17, 19 til 21 og 23 til 25 en á 191. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráður leggur til í sveitarstjórnar HG 17 EHF verði úthlutað lóðunum að Hraunholti 15 til 17, 19 til 21 og 23 til 25 og orðið laust. Þá göngum við til atkvæðum það að þau sem geta samþykkt þessu úthlutun eins og lítur út fyrir að gefa merki með því rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 19 en fyrir sveitarstjórn liggur tillögum að veita byggðaráði umboð til fullnaðar afgreiðslu mála í sumarorlofi sveitarstjórnar. Umboðið gildir til og með 22. ágúst næstkomandi frá lokum þessa sveitarstjórnarfundar og orðið laust. Þau sem geta samþykkt þessa tillögu gefur merki með þeir rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða og venju samkvæmt. Þá gerum við örstutt fundarhlé áður en við förum í fundargerði til umræðu.
Fundið framhaldið í sveitastjórn Norðurþings. Við fyrir þá í fundargerðir. Við byrjum á fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs og það eru fundargerðir nr. 190 og 191, málum þá 20 og 21 og ég vil minna kjörnafulltrúum að nefna í hvorri fundargerðin þeir vilja taka til máls og þá í hvaða lið í þeirri fundargerð og orðulaust fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs. Engin sem veit kveðið sér ljós þær, þá teljast þær framlagðar og við förum í fundargerðir fjölskylduráðs, fundargerðir nr. 187, 188, 189, málnúmer þá 22, 23 og 24 og orðið þá laust fundargerðir fjölskylduráðs. Helena Eydís, við beðum orðið, gjör svo vel, Helena. Forseti, það er mál nr. 2 í fundargerð nr. 187 sem er listamaður Norðþings. Mér langaði bara að koma að framfæri hér hamingjóskum til listamaðs Norðþings með þessa útnefningu sem að fór fram á 17. júní og jafnframt að líka að lýsa yfir ánægju minni með framkvæmd hátíðahaldana á 17. júní og þessum breytta vettvangi að vera við safnahúsið þar sem að hátíðahaldin hér á Húsavík fór fram. Það er nýbreytni sem að hefur ekki verið áður og sem að mér fannst takast vel til og ljá þessu svona hátíðlegri blæ heldur en oft áður. Eina sem að við getum kannski bætt úr, það var að fækka aðeins háu trjánum þannig að það sæist betur á svalirnar á safnahúsinu en það geti verið viðkvæmt mál. Kannski getum við líka bara staðsett okkur aðeins öðru sig ef við höldum áfram að nota þennan vettvang sem ég vona að við gerum. Mér finnst líka mikilvægt að þessum tímapunkti á 80 ára afmæli lýðveldisins að dagskráin væri hátíðlegri og kannski svona aðeins formlegri. En svo getum við þessa milli þegar við erum ekki með svona stórafmæli, við erum með dagskrána kannski aðeins lausar og frjálslegri og barnvænni heldur hún var kannski að þessu sinni. En bara virkilega ánægð með hvort tveggja nýjan listamann sem að mér telst til að sé númer 4 í röðinni á listamennu Norðþings og þessi hátíðahöld hjá okkur. Helena hefur lokið máli sínu þá annan lið í fundargerð nr. 187 hjá fjölskylduráði, þá er orðið laust. Eða aðra liði í fundargerðin fjölskylduráðs, þá er orðið laust. Aldrei hefði beðið orðið fyrst sýndist mér. Já, gjörðu svo vel Aldrei. Forseti, þetta er sem sagt í sömu fundargerð, mál nr. 8, óskum sérstaklega skilgreind 2 hlutföll vegna tvítengdra barna. Langaði bara að vekja athygli á þessu og hrósa bæði skólastjóra og fjölskylduráði fyrir að hafa samþykkt þetta. Þetta er mikið framfara skref og mál til komið að við þjónustum þessi börn og þeirra fjölskyldur betur. Takk. Aldrei hefur lokið máli sínu orðið þá laust þennan 8. lið í fundargerð fjölskylduráðs nr. 187. Nei, svo er ekki þennan liðið. Nei, Helena Eydís, við beðum orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, reyndar alltaf að lega mér að taka undir með Aldei. Þetta er bara gott framfara mál sem að fjölskylduráð var að samþykja varðandi tvítengd börn í Borgarhólsskóla.
En það var ekki máli sem ég kom til að ræða, heldur var það áskýrsla vegna samþættingaverkefnisins fyrir veturinn 2023-2024 og mér finnst vert að vekja athygli á því og ég fyrirgefðu mál nummer 10 í sömu fundargerð. Mér finnst vert að vekja athygli á því og ég segi alveg hiklaust að þetta verkefni og ákvörðun að fara að staði þetta verkefni, þetta bara einn skemmtilegasta besta ákvörðun sem ég hef komið að og tekið á vettvangi sveitarstjórnar Norðþings og ég held að þetta sé einn besta svona lýðheilsu tengda ákvörðun sem að við höfum tekið í lengri tíma. Árangurinn á þessu verkefni finnst mér vera ofboðslega góður. Við erum að sjá aukna þáttöku barna á aldrinu 4 til 8 ára í skipulegu íþróttastarfi og það sést kannski einna best af því að núna þegar að samþættingunni er lokið þar að segja þetta skólaárið sem var að klárast að það er stór hluti sem heldur áfram núna í sumar í knattspyrnuiðkun hjá Íþróttafélaginu Völsungi. Það er sömuleiðis ánægilegt að sjá hversu jákvæðir og ánægðir foreldrar eru gagnvart verkefninu og upplifun þeirra af því. Þannig að bara áfram gakk með þetta og ég hlakka svo til að sjá þegar fyrstu árgangarnir sem að byrjuðu 4 ára í þessu verkefni þegar þeir verða komnir í 3., 4. bekk og við fyrir að sjá hvernig þeir eru að haldast áfram í íþróttum og sömuleiðis af því að það hefur verið erfitt verkefni hjá íþróttahreyfingunni að ná til barna af erlendum uppruna og fá þau inn í skipulagt íþróttastarf, þá hlakka ég til að sjá hvort þetta verkefni er að hafa áhrif til lengri tíma gagnvart þeim börnum sérstaklega og svo þetta börnum sem að eru á einhvern hátt eiga erfitt með samskipti, eru með einhverja greiningar eða eitthvað slíkt sem oft flosna upp úr íþróttastarfi að hvort að okkur tekst að nálgast þau betur eftir að þau hafa tekið þátt í verkefni eins og þessu. Helena hefur lokið máli sínu orðið þá laustu þennan 10. lið fundargerðar nr. 187. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, bara taka undir með Helenu, þetta er frábært verkefni og við mögum vera mjög stolt að því. En ég ætla bara að nýta tækifæri eins og alltaf þegar við tölum þetta að hvetja fjölskyldur á til að taka fleiri þætti heldur en þessar 3 íþróttir sem hafa verið inn í. Það eins og þegar kemur að listgreinum eða tónlistarnámi eða einhverju slíku af því að eins og ég hef oft sagt áður þá liggur ekki áhugi allra barna í íþróttum og því væri ég mjög til í að sjá þetta verkefni stækka og hafa meiri fjölbreytileika og þannig að höfði til fleiri barna. En bara áfram gakk, þetta er frábært verkefni. Aldi hefur lokið máli sínu orðið laust þennan 10. lið þessari fundargerðar. Eða aðra liði í fundargerðum fjölskylduráðs, þá orðið laust. Benóni Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Benóni. Forseti, það er mál nummer 1 í 187 mærudagar. Nú sitt ég ekki fjölskylduráði og varð ekki vitni að þessari skýrslu eða því samtali sem átt sér stað, en ég mun langast að lýsa ánægju minni með það sem ég sé og heyri á samfélagsmiðlum og annar stað með þá stefnu sem mærudagar að taka. Mér líst vel á þessa hugmyndafræði sem er í gangi og eiginlega kom ég mest upp til að brýna bæjarbúa og íbúa á svæðinu til að taka þátt. Ég veit að þetta er umdeilt, það er að við höfum gert í tígang allavega einhverja skoðanakannir og haldið fundi hvar og hvenær og hvernig mærudagar eigi að vera. Niðurstaðan hefur alltaf orðið þessi, að vera þarna á þessum tíma og í einhvers konar svipuðu formi sem mér sýnist þó vera svona hægt og rólega aðeins að breytast inn á við sem er jákvætt og teka alveg fullan þátt í því. En já, svona aðalega kom ég nú upp til þess að brýna þá fjölmörgu sem er að horfa á fundin að taka nú upp vettlingarna og grænu og appelsingul og bleikulitina og taka fullan þátt í hátíðahöldunum.
Benóni hefur lokið máli sínu orðið þá laust þennan fyrsta lið fundargerðar nr. 187 eða aðra lið í fundargerðum fjölskylduráðs þá orðið laust. Svo ekki, þá teljast þær framlagðar og við förum í fundargerðir byggðarráðs. Mál númer 25 og 26 og 27, fundargerðir 466, 467 og 468 og orðið laust. Svo ekki, þá teljast þær framlagðar og við förum í mál númer 28 sem fundargerð stjórnar Orkuveitu Húsavíkur með 256 og orðið laust. Eysteinn Heiðar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eysteinn. Já, það sem sagt fundargerð Orkuveitunar, fyrsti liður. Langar bara að vekja athygli á þessu verkefni sem að Orkuveitan kaus að styðja við að gerast bakhjarlar Völsungs. Þetta er gríðarlega jákvætt mál að Orkuveitan sem að gengur vel, Orkuveitan vel rekið fyrirtæki, félag og skapa sér sess með einum af ódýrustu hitaveitum á landinu samhliða því að við búum líka við þann kost að vera ekki að þurfa að fara í skerðingar á heitu vatni. Samhliða Orkuveitan einnig með samfélagssjóð sem hugsaður fyrir svona smærri styrki og marga smærri styrki en þarna kom ósk frá Völsungi að gerast bakhjarlar til 3 ára og bara virkilega jákvætt að Orkuveitan geti lagt þarna lið við þetta mikilvæga starf sem að Völsungur að sinna. Eysteinn hefur lokið máli sínu orðið þá laust þennan fyrsta lið fundargerðar stjórnar Orkuveitu Húsavíkur eða aðra liði í fundargerðinni, þá orðið laust. Svo ekki, þá telst hún framlögð og við förum að lokum, en ekki síst. Í fundargerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings, númer 23, þá orðið laust þá fundargerð. Enginn vill ræða þá fundargerð, þá telst hún framlögð, dagskrá fundarins tæmd og ekkert eftir annað en að lesa fundargerðina og ég vil biðja varaforseta að fylgjast með, sömuleiðis. Hér hún komin og birtist á netinu fljótlega. 147. fundur sveitarstjórnar haldinn á Flatey, Fossá til Húsavík. Fyrsta mál kosning í nefndir og ráð. Þar kjör forseta, kjör í byggðarráð og kjör og breytingar í nefndum, tilfærsla á atkvæði og varaformennsku og fyrirliggjandi tillaga samþykkt samhljóða. Mál númer 2 fundir sveitarstjórnar, það hann færist frá 15. ágúst til 22. ágúst og það samþykkt samhljóða. Tillaga lokun og Garðarsbraut fyrir akandi umferð, fyrirliggjandi tillaga samþykkt með atkvæðum Aldeyjar, Benónís, Bylgju, Eysteins, Hafrúnar, Heilunni, Hjálmars og Ingibergar og Áki situr hjá. Mál númer 4 sem tillaga uppsetningu á sviði í skrúðgarðinum á Húsavík. Hún samþykkt samhljóða, til máls tóku Hjálmar, Ingibjörg og Hafrún. Mál númer 5 sem tillaga flutning af frisbygólvvelli innan Húsavíkur, til máls tóku Hjálmar, Benóní og Aldey og hún samþykkt samhljóða. Númer 6 endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafn lífeyrissjóðs starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar.
en til máls tók þar Katrín og tillagan samþykkt samhljóða. Mál nummer 7 gjaldtaka á bílastæði með miðbæ Húsavíkur og Hafnarsvæði. Hún samþykkt samhljóða. Númer 8 skipun starfshóps byggingu nýs leikskóla. Til máls tóku Helena, Aldey og Hafrún. Tillaga fjölskylduráðs leið 1 samþykkt samhljóða. Mál nummer 9 sem kynning á fyrirhuguðu uppgræðsluverkefni í upplandi Húsavíkur eða Grjóthalsskógar. Til máls tók Hjálmar og það samþykkt samhljóða. Mál nummer 10 sem Ketilsbraut 7 og 9 húsnæðisaðstæður Ráðhúsa Húsavík. Til máls tóku Katrín, Hafrún, Helena, Áki, Bylgja, Benóni, Hjálmar, Eysteinn og Aldey. Tillaga byggðaráðs samþykkt með atkvæðum Aldeyjar, Áka, Benónis, Bylgju, Eysteins, Hafrúnar, Helenu og Ingibjargar og Hjálmar situr hjá. Mál nummer 11 kostnaðaráætlun nýs hjúkrunarheimilis. Til máls tóku Hjálmar og Benóni og samkomulagið samþykkt samhljóða. Mál nummer 12 vegna svæðisbundinnar farsældarráða. Til máls tóku Helena og Hjálmar. Sveitarstjórn lýst vel á þá hugmynd að svæði farsældarráðs verði því sama á starfsvæði SSNE. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða veita SSNE umboð til þess að hefja þá vinnu að gera drög að samningi fyrir Norðurland eystra. Mál nummer 13 endurskoðun af framkvæmdaráætlun fyrir árið 2024. Til máls tók Eysteinn og sveitarstjórn samþykkir samhljóða uppfærða framkvæmdaráætlun fyrir árið 2024. Mál nummer 14 Bólverk EHF sækir lóð og urðargerði 5 og sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags og framkvæmdaráðs. Mál nummer 15 umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar í landi Þverár. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags og framkvæmdaráðs. Mál nummer 16 umsókn lóða Stakkholti 7. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags og framkvæmdaráðs. Sömuleiðis mál nummer 17 umsókn lóðarúthlutunar Hraunholti 11-13. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags og framkvæmdaráðs og aftur mál nummer 18 umsókn lóðir á Hraunholti 15-17, 19-21 og 23-25. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags og framkvæmdaráðs. Mál nummer 19 umboð til byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar. Umboðið gildir til og með 22. ágúst frá lokum þessa sveitarstjórnarfundar og það samþykkt samhljóða. Svo fundargerðir skipulags og framkvæmdaráðs lagðar fram án umræðu. Svo fundargerðir fjölskylduráðs í fundargerð nr. 187 tóku til máls undir fyrsta lið Benóni. Fyrsta lið var Benóni, til máls tók undir lið 2 var Helena, til máls tók undir lið 8 Aldey og Helena. Og til máls tók undir lið 10 samþætt ársskýrsla veturinn 2023-2024 tók Aldey og Helena. Þetta ekki rétt hjá okkur? Aðrar liðir fundargerða fjölskylduráðs lagðar fram án umræðu. Fundargerði byggðaráðs lagðar fram án umræðu. Fundargerði stjórnar Orkuveitu Húsavíkur þar tók til máls undir fyrsta lið Eysteinn Heiðar. Og aðrir liðir lagðir fram til kynningar og þá lokum fundargerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings var lagð fram án umræðu. Athugasemdir við fundargerðina? Svo ekki, þá ætla ég að nota tækifærið og óska kjörnum fulltrúum allsins besta í sumarleyfi og vonandi að við öll fáum hvíld og endurnýjun, stresslosun, verjum tíma með fjölskyldu og vinum og sköpum þar ný tengsl, ævintýri og nýja reynslu, bætt skap, heilsuefling og vonandi, og við vitum að sumarið mikilvægt fyrir bara almenna vellíðan, heilsu og hamingju og sömuleiðis ætla ég að óska starfsfólki sveitarfélagsins og íbúum öllum gleðilegs sumars og slíta þessum fundi. Fundi slítið.